Welcome to Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 58 af þessu hlaðvarpi. Núna ég að taka þennan þátt upp í annað skiptið því ég var farin að röfla of mikið og tala of óskipulega það sem ég vildi ræða Þannig ég ætla að reyna aftur. Ég byrjaði fyrstu tökuna á því að láta bölvunina rætast. Það að segja að ég ætla að reyna að hafa þennan þátt styttri. En leið og ég segi það þá að sjálfsögðu verður hann það ekki. Og ég læri aldrei af þessu. En allavega þá ætla ég að taka þetta aftur upp og sjá hvort mér takist að fara skilvirkar í gegnum efnið sem ég ætla að ræða. En ég ætla þá að tala eitthvað sem að nemandi minn spurði út í liðinni viku. Og eitthvað sem er nokkuð einstakt og áhugavert varðandi íslenska menningu. En þetta eru þá íslensk nöfn. Ég ætla strax að fara að þrengja aðeins með viðfangsefnið og segja í stuttu máli eins og ég hafði gert í fyrri tökunni að það er allt of stór hugmynd að fara að pæla í því hvað eru nöfn gömul. Það er að segja mannanöfn sem hugmynd. Það eru örugglega til einhverjir málsögu fræðingar, sálfræðingar og fleiri fræðingar sem að gætu verið með góðar kenningar það, en upprunasagan skiptir okkur ekki beint máli. Og ég ætla líka að segja að það hvernig við förum með nöfn nokkuð misjafnt á milli samfélaga sem að gæti orðið of stórt viðfangsefni að reyna að kafa of djúpt í. Þannig ég ætla ekki að vera í of miklum beinum samanburðum milli mála með einstaka undantekningum. En byrjum þá á einföldustu myndinni og pælum í því hvernig mannanöfn eru yfirleitt. Yfirleitt eigum við okkar eigið nafn, eitthvað nafn sem að táknar okkur sjálf til þess að aðgreina okkur frá einhvers konar stærra mengi. Og svo eigum við eftirnafn sem yfirleitt eitthvað sem að eins og flokkunarnafn. Í flestum löndum og flestum málum í heiminum þá eru þessi eftirnöfn það sem að heita ættarnöfn. Það væri þá nöfn eins og ef við tökum bara Beatlana sem dæmi þá McCartney, Harrison, Lennon og kannski ekki Starr, en það allavega eftirnafn hans. Ég var að fletta því upp og Ringo Starr heitir Richard Starkey. Á Íslandi fylgjum við svipuðu formi nema við erum með eigið nafn. Mjög oft erum við með 2 eigin nöfn, en svo erum við ekki með ættarnöfn. Það eru til einstakar undantekningar á þeirri reglu, en langflestir Íslendingar eru með annars konar eftirnafn sem myndað af nafni foreldris okkar. Þá að við séum til dæmis synir eða dætur feðra okkar. Það langalgengasta eftirnafnsformið.
þessi föðurnafna siður er ekki einstakur á Íslandi þó að það sé held ég hvergi annar staðar í heiminum þar sem að þetta föðurnefni er hreinlega eftirnafnið okkar. Ég komst að því hvað föðurnefni er á ensku þegar ég var að leita uppi upplýsingar í námi mínu tónskáld sem að flestir í heiminum þekkja sem heitir Tchaikovsky, en sá heitir eða hét Pjotr Iljitj Tchaikovsky. Pjotr er þá verandi rússneska útgáfan af biblíunafninu Pétur og Tchaikovsky er ættarnafnið hans, en Iljitj er nefnilega föðurnefni og er það sem á ensku heitir patronym, komandi frá latínu, þá pater þýðandi faðir og nomine er nafn, patronym. Ég var að googla hann aftur og þá sé ég að þetta passar, því ég sé hérna strax aðra fjölskyldu meðlimi hans og þá má búa þessa tengingu til því bróðir hans hét Modest Iljitj Tchaikovsky. Hann heitir þá sömu seinni nöfnum sem mætti þá kannski halda að bæði væru eftirnöfn og ættarnöfn þeirra, nema hvað að faðir þeirra hét Ilja Petrovich Tchaikovsky. Þannig að þeir heita báðir Iljitj eftir föður sínum Ilja og sá heitir einmitt Petrovich sem að eru örugglega merki það að faðir hans hafi verið einhvers konar Pétur líka. En allavega þetta er tilfellið í Rússlandi. Við erum með þessi nöfn sem okkar aðal eftirnafn á íslensku og í íslenskum nöfnum. Þetta verður nokkuð athugavert þegar að íslensku nöfn birtast í erlendu samhengi og í erlendum kringumstæðum, þannig að fólk tekur eftir þessu að íslensk nöfn eru kannski nokkuð einkennileg og þetta berst alltaf í tal þegar Íslandi gengur vel á erlendum stórmótum í einhverjum íþróttum og þá hóp íþróttum, þá helst í eins og handbolta eða fótbolta. En þar er fólk alltaf að kippa sér uppi það að eftirnöfnin sem standa aftan á treyjum eða bólum leikmannanna enda öll eins. Þá erum við til dæmis með Guðmundsson, Finnbogason, Baldursson, Skúlason, Gretarsson, Veðarsson, Traustason, Gunnarsson og svo framvegis. Þetta er einfaldlega vegna þess að þessir menn eru skilgreiningunni samkvæmt menn og verandi menn komnir frá föður eða foreldri munu heita synir. Þeir eru synir foreldra sinna. Þannig að Gunnar sem eignast mannin Aron Einar og Aron Einar verður atvinnumaður í fótbolta, þá mun hann vera merktur á bakinu sem Aron Einar Gunnarsson, þetta verandi eftirnafnið hans. Þetta eru kallanir. Hvað þá með konurnar? Þar til samanburðar erum við með Öglu Maríu Albertsdóttir, Jóhannsdóttir, Þorvaldsdóttir, Brynjarsdóttir, Stefansdóttir, Garðarsdóttir. Þá eru þetta allt konur og alveg eins og að kallarnir eru synir foreldra sinna, þá eru konurnar dætur
foreldra sinna og munu því verða dóttir föður síns. Og það þá eftirnafnið og þess vegna enda nær öll kvenmannsnöfn á Íslandi á dóttir. Það eru til afbrigði af eins nafnaseð víða heim. Í rússnesku þá til dæmis endirinn á eftirnafninu tengdur því hvort þú sért karl eða kona. Það var eins og Tchaikovsky. Ef það væri kvenmannsnafn þá væri það Tchaikovska. Og svo eru til flóknari útgáfur af þessu líka í málum eins og litáensku. Að þá hægt að vera Rakauskas og Rakauskaite sem eru þá mismunandi endingar á ættarnafni eftir því hvaða kyn einstaklingurinn sem ber þetta nafn. Í seinni tíð, þá kannski síðastliðnum 20 árum, farið að blasa við ný bylgja af feminisma sem ræðst af því sem að hefur fengið íslenska heitið feðraveldið. Literally meaning the father power or father empire even, referring to the patriarchy. Þá verið að ráðast að gildum sem eru til staðar í samfélaginu sem að halda karlmönnum á hærri stað og á hærri stalli heldur en konur. Án þess að við endilega áttum okkur á því sérstaklega því að við erum orðin svo vön hlutunum eins og þeir eru að við pælum ekki í þeim. En hérna gæti ekki verið til skýrara dæmi feðraveldið þegar að við erum með eftirnöfn sem að eru föðurnöfn. Þetta eru allt pappar sem ég taldi hérna upp áðan. Í þessum eftirnöfnum sem eru Albert, Guðmundur, Jóhann, Finnbogi, Baldur, Skúli, Grétar, Viðar og svo framvegis. Þetta fólk á Íslandi farið að draga aðeins í vafa. Þetta í rauninni eina leiðin til þess að nefna einstaklinga? Og svarið nei. Þetta vissulega siðfastast að nefna börn eftir föður, að þau fái eftirnafn sem eru föðurnefni og þetta siður frá því á víkingaöld. En það farið að færast í aukana að fólk annarkvort sé skýrt, that they're christened or named, með móðurnefni frekar heldur en föðurnefni að eftirnafni. Þá til dæmis að vera Margrétarsson eða að vera Hjördísardóttir. En þetta að verða algengara með tímanum. Það þá mikið pælt í hreinlega siðvenjum nafna á Íslandi. En það eitt sem að tengjast því kannski hvernig þið sem að læra málið þurfið að hugsa þau. Því það ákveðin nefnd, svokölluð mannanafnanefnd, sem hefur verið starfrækt í mörg ár, sem passar upp á það og gefur leyfi eða bannar fólki að nefna börn nöfnum sem að passa ekki sem mannanöfn. Það þá einhver ríkisstofnun sem passar upp á fólkið. Að það nefni ekki börn sín óíslenskum nöfnum. Það sem þessi nefnd gerir að sjá til þess að þau nöfn sem Íslendingar fá séu nöfn sem að eru bæði gild sem mannanöfn
og passa upp á að það komi ekki upp einhver fáránleg nöfn eins og að nefna barnið sitt hestur eða eitthvað álíka. En passa þá líka upp á það að þau nöfn sem Íslendingar fá að bera passi við íslenska málfræði og passi þá upp á að það sé hægt að fallbeygja nafnið. Því ef það er ekki hægt þá getum við á íslensku ekki talað þetta nafn samkvæmt íslenskum reglum. Og þessi nefnd og íslenskt samfélag hefur litið á það þannig að þá skuli þetta ekki vera mannsnafn. Allavega ekki íslenskt mannsnafn. Ég verð að taka sjálfan mig sem dæmi. Þið ykkar sem hafi leitið mig uppi á iTalki hafið að sjálfsögðu séð að ég heiti Flemming, en Flemming er ekki íslenskt nafn og mannanafnanefnd vildi ekki leyfa nafnið mitt. Ég mátti ekki vera skírður Flemming. Það voru milliliðir sem að komu í veg fyrir það að ég mátti heita það í mjög langan tíma, þar til það loksins kom í ljós að prestur sem hafði þekkt foreldra mína í mjög langan tíma og átti að vera sá sem myndi á endanum skýra mig, komst loksins að því að foreldrar mínir eru ekki 100% íslenskir og að nafnið mitt Flemming sé í rauninni komið frá erlendum fjölskyldumeðlimi mínum. Að ég sé nefndur eftir tengdum skyldum útlendingi. Þá var þetta orðið í lagi og ég mátti heita nafninu mínu. Af því við erum að tala málfræði þá kannski tekið fram hvernig nafnið mitt beygist þá, því það er ekki íslenskt eins og ég er búin að taka fram. Þannig að það gerist mjög lítið við það. Þannig að ég myndi segja að hér er Flemming, Flemming, frá Flemming, til Flemmings. Þannig að þetta er bara næstum því eins og ef þetta væri enskt nafn. Here's Ringo, about Ringo, from Ringo, to Ringos. Ég er í rauninni eins. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Ég ætla að stikla á mjög stóru í gegnum loka punktana mína og eitthvað sem maður væri kannski til að hugsa Ástæðan fyrir því að ég fer þessa leið að tala nöfn í dag er út frá spurningu nemanda míns, eins og ég nefndi í byrjun þáttarins. Nemandinn spurði hvort það væri til eitthvað eins og senior eða junior. Og stuttasvarið er nei, við erum ekki með svoleiðis sem aukanöfn eða viðurnefni á íslensku. Þannig að eins og núna er ég að horfa á Breaking Bad aftur og þar þykir mér skrítið að Walter White, aðalpersóna þáttanna, tali son sinn sem Walt Jr. Af hverju þarf hann að taka fram að Walt Jr. sé yngri en hann? Ef að Walter segir Walter upphátt til að eiga við einhvern annan en sjálfan sig og það er bara þessi Walter sem er í boði, af hverju þarf að bæta við Junior?
Það er vegna þess að á ensku er orðin til siður fyrir því að þetta junior og senior séu hluti af nafninu. Eins og til dæmis Martin Luther King Jr. Það sem fleira er að það er ekki bara mannanöfn sem að eru svona í eðli sínu að þurfi að passa að íslenskri málfræði. Því sérnöfn almennt, so proper names generally, eru líka svona. Þá bæði eins og landfræði heiti, eins og nöfn á fjöllum og fjörðum, en líka borgarheitum. Þannig ég hef þurft að fara yfir það með nemenda mínum hvernig við fallbeygjum borgina París og vita það að París er kvenkyns nafnorð og er því París, 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 Parísar. Þannig ef ég væri að fara þangað þá segði ég að ég er að fara til Parísar. Og svo kannski eitt að lokum sem að verður að litlum hluta heimavinna þín að pæla í. Mannanöfn eru yfirleitt dregin frá því að þau eru tilvísun í aðra einstaklinga sem hafa borið þetta nafn áður. Þess vegna eru til dæmis biblíunöfn svona algeng. Við vitum hvaða persónur voru hvaða persónur úr biblíunni og við kjósum að nefna börn okkar eftir eins og til dæmis lærisveinunum í næstum því allri Evrópu og þeim samfélögum sem að hafa kristni sem hluta af sögu sinni. Þannig að það er til fullt af útgáfum af Jóhann, Pétur, Jóhannes og jafnvel Jósef, María og hellingur af nöfnum sem að koma hreinlega frá kristni og frá biblíunni sem vísun og tenging við ákveðna persónu. Það sama gerist að sjálfsögðu á Íslandi. Það er til fullt af mönnum sem heita Óðinn og Þór og Freyr og sömuleiðis konur sem heita þá Freyja og Iðunn, verandi vísun í okkar trúarsögu. En svo er líka til fullt af nöfnum úr Íslendingasögunum sjálfum. Þá Njáll, Skarphéðinn, Höskuldur og fleiri. Þannig að þessi hugmynd er ekki ný og hún er ekki einstök á Íslandi. Þegar fólk heitir þessum nöfnum er mjög einfalt að skilja uppruna og merkingu nafnsins því hún er mjög spegluð. Hún er mjög tengd persónunni sem nafnið er dregið eftir. Það er kannski ekki endilega það fyrsta sem fólki dettur í hug ef þú heitir María að þú sért Guðsmóðir. Heldur kannski var önnur María í fjölskyldunni sem þú ert nefnd eftir. Eða þú heitir ákveðinu nafni af því að afiðinn eða langafiðinn hét þessu nafni. Og þá er þú og nafn þitt vísun í þá mannesku sem foreldrar þínir tengja þá við. En hitt sem fólk gerir sér ekki nógu mikla grein fyrir er að þegar við heitum nöfnum sem að eru kannski ekki mjög tengd persónum sem við þekkjum, þá þýða þau samt eitthvað. Ég man eftir að hafa séð TikTok myndband hjá einhverjum og brjálast yfir því að þau væru að finna upp nöfn fyrir börn sín því að venjuleg nöfn þýða hvort sem er ekki neitt. Að Catherine sé bara eitthvað handahófskent og Selma sem er bara bullorð og þýðir ekkert. Það er vegna þess að við erum ekki lengur í beinni snertingu við uppruna málið sem nafnið kemur frá, en það þýðir að sjálfsögðu eitthvað. Selma þýðandi allavega á germönskum málum God's helmet eða protected by the gods
og Catherine kemur frá grísku sem að þýðir hrein eða tær. Íslensk mannanöfn hafa líka sína eigin merkingu, þó hún sé kannski töpuð í gegnum aldirnar. Það var til dæmis hið mjög algenga nafn Guðmundur til. Það er mjög sjálfsagt hvað Guð þýðir, en mundur er eitthvað sem fólk veit ekki hvað er, eða það er allavega ekki öllum augljóst, en mundur þýðir gjöf. Þannig að nafnið Guðmundur þýðir Guðs gjöf eða God's gift, sem er ágætlega heiðurmikil og falleg leið til þess að nefna barn sem hefur komið til foreldra sinna sem Guðs gjöf, ef þú kýst að líta á það þannig. En allavega, þá er þetta fullt af punktum sem tengjast íslenskum nöfnum. Veist þú endilega hvað nafnið þitt þýðir? Veistu hver uppruni þess er? Eins og greinilegt er, með að hvað þátturinn er orðin langur, þá er hægt að tala mjög mikið um þetta. Mér líður eins og ég sé að sleppa mjög mörgu sem væri viðeigandi að nefna, en vegna tímatakmarka minna bæði í ramma þessara þátta og vegna mín í mínu skipulagi persónulega, þá verð ég að stoppa þetta núna. Og segi því eins og venjulega, ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.